þessum þætti fáum við til okkar gesti úr stjórnmálunum, við tölum þeirra hægri sinnuðustu, vinstri sinnuðustu, frjálslyndustu og íhaldssömustu skoðun og hjá okkur í dag Ragnhildur Alda Vilhjálmsdóttir. Já, það rétt. Takk fyrir að koma. Já, takk fyrir að bjóða mér. Ég er mjög spennt að koma hérna og bladra sem mér finnst. Og þú ert borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins, þú ert í öðru sæti, segir maður annar borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins þá, eða hvernig? Já, þetta náttúrulega með borgarfulltrúina aðeins öðruvísi með þingmennar, sko. Já. En jú, maður segir bara, ég er á öðru sæti á listanum, þannig ég tala að segja varaoddviti, sko. Mér finnst það bara svo pretentious. Ég er alltaf eitthvað svona, já. En jú, ég tala að segja það. Ok, varaoddviti, ég ætla að halda í það. Og síðan, þá er ákveðið hvað það er, 15. feb, hvernig listan verður stilt upp? Já, ég held að menn svona miði á það, sko. En já, þú meina núna? Já, ég sem sagt hlaut kosningu í þetta seinast fyrir 4 árum. Já. Núna er svo uppstillingarnefnd og við höfum að sjá hvar ég fæ að vera þar. En þetta eru náttúrulega 400 nöfn, þannig að það mun taka tíma að greiða sig í gegnum þau. Og hvað þessari nefndin væri stór sem var ákveðið? 15 manns. 15 manns, já, einmitt. Þekkir eitthvað fólk þar eða? Já, ég. Ertu einhverja vinni? Já, ég. Getur eitthvað bótað við þig? Ég er svo síðvönd að ég bara brosi fallega og veifur fjarlægt. Ok. Hver er minnst uppáhaldið þitt sem er í þessum 400 manna listnafna? Ég veit það ekki, en ef ég myndi fá að sjá hverjir væri þannig þá gætirðu bent á. Ég gæti bara alltaf hratt vinsa út slatta liðið sem að sérstaklega alla þá sem komandi greina í annarsæti. Ok. Já, ég frétti að það væri eiginlega bara vitleysingar nema einn sem kemur til greina í annarsæti. Já, nákvæmlega. En hvað er hægri sinnaðasta skoðunin þinn? Ég er hægri sinnaðasta skoðunin mín er örugglega sú að ég þoli ekki þegar að kerfi verða mikilvægari en fólk. Ég þoli ekki að það sé vera að ausa peningum í kerfi sem skil ekki árangri. Þá vil ég frekar bara sleppa kerfunum. No middleman. Ertu með einhver kerfi í huga? Já, það er nefnilega eitt sem ég er með sérstaklega í huga þegar ég segi þetta. Sko. Já. Og það er náttúrulega búið að vera líka mikið í deiglunni, það er semst félagsbústaðir. Já. En við spáir í því, við erum að annars vegar niðurgreiða félagsbústaðir með stoppframlögum. Já. Við niðurgreiðum félagsbústaðir með því að þeir geta keypt sem sagt íbúðir á kostnaðarverði, þannig að það er við sem erum að kaupa íbúðina sem að niðurgreiða því það hækkar verð á hinum. Svo erum við náttúrulega með húsnæðisbótakerfi, við erum að hjálpa fólki að niðurgreiða leigu. Það er á sveitarstjórnarstiginu? Já, ríkið, þú veist, bæði ríki og sveitarfélög, en það er húsnæðisbætur og sérstakar húsnæðisbætur. Ok, og sérstakar húsnæðisbætur eru? Það er aukalega sem á borginni með. Það er borgarmegin, ok. Og þá ertu raun og verið með 3. framlagið sem er að koma í gegnum leigjendur, leigjendur afhenda félagsbústöðum og saman eru þessu uppæðir, þetta eru 10 milljarðar sko. Já. Og svo er í ofanlag borgin að fara núna að gefa þeim halvan milljarð á ári. Þú veist, þannig að það er verið að niðurgreiða, að setja ógeðslega mikið skattpening í leiguúrræði, en þegar þú spyr fólk, viltu leiga eða viltu eiga? Þá sagði fólk, ég vil eiga. Þannig að hverju erum við ekki hjálpað að eignast? Þannig að það er svona hlutir, ég get svona þegar kemur, þú segir burt með þessi kerfi? Ég veit ekki skömmtunarkerfi. Ok, ég skil. Það er eiginlega málið. En hvað, þú segir burt með þetta kerfi, á morgun þá ert þú bara að henda það í burt, skilurðu? Ég meina ef ég verði borgarstjóri Já, þú ert bara einvöld á morgun. Sko, hvað ætlar að gera í staðinn? Það sem ég myndi gera í staðinn er ég myndi koma upp svona, þetta er raun og verið sambarlegt að þau eru að gera núna, einkamarkaðurinn, hann er að búa til svona kauplánakerfi. Ég myndi frekar búa til kauplánakerfi, það eru fyrirmyndir af þessu erlendis, eiginlega í flestum öðrum löndum. Já. Að því sögðu, þá er ég ekki svo radikal að ég haldi að það sé ekki, við verðum alltaf að vera með eitthvað first step félagslegt leiguúrræði, bara vegna þess að það er ekkert allir sem eru á þeim stað að geta bara rekið og átt og séð alltaf umstang. En hins vegar gætum við þá í staðinn sett miklu meiri peninga í að byggja upp, eins og bara íbúðir fyrir fatlað fólk sem að þarf að setja rosalega mikla innspýtingu í því að við erum langt á eftir og það er að koma dómsmál, mörg. Og og í öðru lagi þá vantar líka að búa til þessi milliúrræði fyrir fólk sem eru að koma úr heimilisleysi. Núna er það svolítið þannig að það var eitthvað með bara housing first, neglum við bara íbúð og bara gangið vel, skilju. Jú, við kíkjum aðeins á þig og eitthvað svona. Og þú veist, fólk er að reyna sitt besta alveg hjá velferðarsvið hvað það varðar. En það er bara, þú veist, miklu betra að vera með almennileg úrræði eins og herbergjasambýli eða eitthvað, þar sem þú ert með kannski sólarhringsþjónustu, þú ert með mat, þú ert með stuðning við fólk
og svo þegar það finnur sig á þeim stað að það getur búið eitt og það þarf ekki að vera kannski með svona ramma að þá, þú veist, þannig að það þarf alltaf að vera eitthvað en það að fókusa bara á að skammta fólki leiguíbúðir þegar fólk vill eiga, þá ertu með svolítið vitlausa. Og þetta kauplánakerfi, þetta það ekki? Jú. Já. Hvernig virkar það? Er þá borgin að lána, þú veist, að lána bara innborgun fyrir íbúð eða lána íbúðin að fólk býr þar, er svona eins og búseturéttur eða? Já, það er til sko nokkra mismunandi útgáfur á sig. Það er til þess búseturéttur en það er ein útgáfa. Önnur útgáfa er það að lána fyrir útborgun gegn veði og svo var þriðja sem var svo á þess sem ég var hvað mest spenntust fyrir, það var sem sagt að lána gegn útborgun með veði en svo mætti bara leigjandinn velja hvort það myndi nota húsnæðisbætur í staðinn fyrir að niðurgreiða leigu, hann getur bara hjálpað sér að niðurgreiða lánið, í x langa tíma. Svo það bara útfærir þetta allt þannig svo það fari ekki, þú veist, það þarf bara að gera þetta skynsamlega upp á það að raska ekki alltaf mikið markaðunum allt það. En hins vegar þá þú veist, þetta er gert eiginlega alls staðar í löndunum í kringum okkur. Það er bara við sem erum eftir á ekki að gera þetta, en hins vegar er einkamarkaðurinn að græja það mál. Já, núna er það þessi, hvað heitir það, lykilfjármögnun eða er það dæmi? Ég ætli sé ekki með sín mismunandi nöfn á þessu, ég veit að lykilfjármögnun er bara eitt vörumerki sem ég sá. Já, ég held að Reyr sem er Reyr 20 og þú veist, málið er að meirhlutinn, sko, má maður ekki alveg vera með byllandi áróður henni. Jú. Ég vinn við þetta og ég er með svo mikið bíf, sko. Geðveikt. Hver er minnst uppáhaldið þitt í meirihlutanum? Hvað eru svona nokkrir sem ég get nefnt? Nei, ég skal ekki bara nefna neitt. Það er 12 manns eða eitthvað í meirihlut. Er þetta ekki eins lítil meirihlut og hægt eða ekki? Þetta er hvað 12 eða 13 manns? Jú. Það er alveg, sko, ég á bæði dálæti þarna og svo á ég aðra sem að ég lokka oftar upp í andsvör gegn mér, skulum við segja. Ok. Hver er uppáhaldið þitt í meirihlutanum? Ok, býtu, það er reyndar mjög erfitt. Það er líka margir sem komið til greina. Er einhver í meirihlutanum sem heldur einhverju svona ræður niður í ráðhúsi og þú ert ógeðslega ósammála en þú ert eitthvað, Já. Er það? Þú ert bara sleppir því að svara. Þú ert bara eitthvað, leifum henni bara að halda þessu fram. Já, ég meina ef þetta er eitthvað sem ég er ekki búin að svara margsinnis áður. Sko, ráðhúsið er oft svona eins og maður sem með glæsta vonir sem var endursýnt alltaf klukkan 5. Fyrst sýnt klukkan 9 og svo klukkan 5. Oft eru mörg mál endursýnt. Þannig að þá er ég stundum ég er búin að hella mér yfir áður, þá er ég að nú að eru nasið með þetta. En eins og þú fer búið í vikulokinn eða á Sprengisand eða eitthvað, einhvern svona fullorðinsþátt og það er bara, þú veist, segjum að það sé, þú veist, Sanna eða eitthvað og þú ert eitthvað, en ég vil ekki rífast við Sönnu, eða þú veist, er einhver þannig manneskja sem þú ert eitthvað, ég nenni ekki að því að eins og, þú veist, ég á fjölskyldumeðlimi, ég á vini sem eru mjög hægri sinnaðar og ég er eitthvað, ég er vinstri sinnaðar, kemur örugglega eitthvað á óvart. Og ég er eitthvað, ég ætla ekki að tala pólitík við það því að bara, það er miklu skemmtilega að tala bíómyndir. Þú veist, er einhver þannig í meirihlutanum? Sko, við tölum ekki endilega mikið pólitík utan fundar. Þú veist, en á fundurum eins og sko Sanna er inn af uppáhaldskonunum mínum. Við erum líka nágrannar og svona. Er hún góður nágranni? Já, hún er bara frábær nágranni. Svo er hún líka bara rosalega næs, hún er alltaf bullandi sósíalisti, sko. Ég skil ekkert í sósíalistum að kasta henni fyrir borð því hún er rosalegur sósíalisti. Þetta er rosalega skrítið hjá sósíalistum. Það er bara... Ég mætti á fundina upp í Vorstjörnu þegar að fyrstu ásakanirnar komið fram. Það var algjör stemming. Ég er ekki sósíalisti, en það var algjör stemming. Það voru menn að standa upp og öskra eitthvað og sen og Gunnar Smárið að tala ógeðslega lengi og segja nei, þetta er ekki svona fundur. Það voru ógeðslega gaman. Er eitthvað sem var þannig í Valhöll? Já, all the time. Við erum náttúrulega eins og ítölsk fjölskylda. Við elskum hvort annað innilega en við rífumst líka heitt og það er heitt í okkur blóðið. Ég held að það hafi ekki verið tilfellið, ég held að ég hafi ekki elskað hvort annað innilega. Nei. En af hverju var ég að spyrja þig áður en ég fór að spyrja þig út í fólk sem þú kannt vel við og kannt ekki vel við? Hvað varst að spyrja mig? Ég man það ekki. Kaupréttarsamningur, kauplánsamningur. Ég var að tala um Sönnu. Við varum að tala um Sönnu? Já, en var það ekki út frá einhverju öðru tangenti? Frábær próduksjón, Aron. Ég held að við mér að, við vorum að tala um að einkamarkaðurinn hafa komið með held ég að kauplánasamninga. En
þú vilt vantanlega ekki að borgin sé að byggja íbúðir sjálf eða hvað? Sko, ég held að það sé bara, ég held þurfi þess bara ekki. Ok. Af því mál það svolítið skrítið að segja að borgin verður að byggja sjálf, en við erum líka með úrræði eins og Bjarg og við erum með úrræði eins og bara alls konar, þú veist, var nú að byggja eitthvað, svo ertu með, þú veist, félagsstofnun stúdenta, þú veist, með alls konar aðila sem eru í þessum, þú veist, þessum bransa. Þannig að maður spyr sig, þú veist, hverju bætir borgin við? Er ekki verkefni borgarna bara að tryggja að það sé hagkvæmt fyrir þessa aðila og alla aðra að byggja húsnæði, skilur við? Af hverju þarf hún alltaf að vera með alla yfirbyggingun að gera allt sjálf? Af því þá ertu komið með fyrirtæki sem þarf að reka. Þá þarftu að setja stjórn yfir það fyrirtæki. Það þarf að borga stjórnendum. Þú veist, það er bara ógeðslega margt sem ertu að gera að búa til það sem er value í, skilju. Og er það virkilega besta notkunin á fjármögnum og tíma? En er ekki svolítið sweet að komast í svona stjórn? Það fer eftir, skilju. Fólk er náttúrulega mjög mismunandi. Ég er náttúrulega, þú veist, fólk sem eins og ég sem fer í þennan bransa, það er náttúrulega, þú veist, það er eitthvað að okkur, skilju. Af því að ég læti þetta fara ómikið í taugarnar á mér, þú veist, það er það sem ég er miklu meira en skynsamlegt þannig að ég fer í stjórnmál, skilju. En þannig að, þú veist, sko, það er alveg til þeir sem finnst gaman að sitja í stjórn og bara drekka kaffi og éta köku og eitthvað, en ég bara er svo þrætugjörn að ég ræði ekki við mig, þannig að ég sit hana og ég er bara að það er eitthvað vitleysa í gangi, skilju. Þannig að það er, mér veist að fyrir eftir hvað er að gangi á fundinum, ég er eiginlega verið að stjórna fundum sem eru bara mjög erfiðir, sko. Ok. Hefur einhvern sem hann gerst á borgarstjórnarfundi sem þú hefur setið, að einhver hefur staðið upp og skellt hurðina eftir sér? Farið út? Borgarstjórnarfundi? Já. Þeir eru allir í beinni útsendingu, já, og það er líka, þú getur ekki skellt hurðinar. Ekki? Nei. Er það rennihurð? Já. Örugglega því að fólk var alltaf að skella hurðinni. En fólk, já. Jú, fólk, sko, það er alveg þeir sem að, svona þeir sem að eru skapstærri í þessu sem að fússa og sveigja, sko. Já. Það er kannski slegið í borð, það eru gefin ítlaugnaráð. Ég hef nú alveg skammað ykkur og ég hef verið skömmuð og eða þú veist, ég hef ekki skömmuð en svona fólk hefur verið svona Já. Það eru alveg nokkri hot heads þannig, sko. Sko, það er eitthvað Skaphundar. Það er eitthvað að mér, sko, af því að ég get ekki orðið reiður. Ef ég verð eins og síðasta sumar, það er kona í göttunum minni sem er að kasta svona spýtukubb í köttinn minn og hún bara saga spýtukubba til þess. Bara, ég skil ekki að hverju. Og ég varð mjög reiður. Og bara af því að, þú veist, þetta er bara einhver köttur. Já, ef hún er að negla spýtukubbum í köttiðinn, það er bara mjög alvarlegt mál. Og hún hitt ekki, sko, ég skal sýna að mynda kettinum mínum meðan ég klára þessu sögu. En ég varð reiður og það tók mér nefnilega, sko, alveg svona 2-3 daga að jafna mig á því að verða reiður. Já. Það er hófi konum minn að gefa kettinum nammi. Já, þetta er bara fárlegt að vá, ok. Þetta er samt alveg mjög alvarlegt mál, sko. Já, við hringdum á lögregluna og allt, sko. Já. Ég veit ekki hvort þetta var að tala um þetta. Jú. En við hringdum á lögregluna og lögreglan kom og skammaði hana og eitthvað. Já. En við fórum og rifumst í þessu konu. Ég var bara eitthvað, hvað er að þér? Og ég sagði ljótt orð og eitthvað. En þegar ég verð reiður, þá tekur mig ekki að langan tíma að jafna mig á því. Hvernig ert þú með að verða reið? Já, ég tek mér langan tíma að jafna mig á því líka. Okay. Þannig að er ekki erfitt að vera í vinnu þar sem að það verður, þú veist, ég verð mjög oft pirraður, ég er alltaf einhvern veginn svona út í allt. Ég stunda hugleiðslu, sko. Já, já. Þetta er app. Já, Headspace. Ég þarf að gera alls konar hluti til þess að róa mig. Þú veist, mín vinna felst í því að pirrast mörgum sinnum á dag. Já. En svo verður maður reyndar aðeins að þú veist, líka muna, skilur að þetta er ekki persónulegt allt svona, sko. Já. En þú veist, ég meina, þú veist, einu fundi til dæmis, hvað var það? Þá var verið að rífast hvort að þetta flagga fánum, svo verið að rífast drulla yfir flugvöllinn og svo verið að drulla yfir, þú veist, bara alls konar hluti sem að þú fílar. Já, hluti sem að ég elska, eins og flugvöllinn og svo átt að fækka bílastæðum og bara alls konar hluti sem að fór í tökum. Elskar samt ekkert flugvöllinn. Ég elska fokkin flugvöllinn. Þannig að flugvöll í Reykjavík? Fokkin elskar hann flugvöll. Elskar hann. Myndir ekki vilja... Veistu hvað er geggjað að fljúga þangað, lenda hana og keyra heim. Þú veist, það tekur 5 mínútur. Love that shit. Já, en þetta er glataður flugvöllur. Love it. Elskan. Það er ekkert á þessum flugvölli. Já, flugvélar.
Ok, en hver er vinstri sinnaðasta skoðunin þín? Ég minnst mikilvægt að það komið fram, tengdafjölskyldan hún býr út á landi. Býr? Já, þannig að ég er ofta notað hann flugvöll. Já. Ég elska hann ekkert. Nei, en þér finnst ekki leiðilegt hvað tekur stundum tíma að keyra heim til þín frá flugvöllum? Mér finnst ekkert alltaf eitthvað geðað gaman að fara heim. Nei. Ég geng ekki vel Nei. En hver er vinstri sinnaðasta skoðunin þín? Herðu, ég ætla að koma því eitt smástund, en Okay. varandi flugvöllin, Já. sko, málið er líka þetta að við erum alltaf að hugsa, þú veist, borgina annars vegar sem, þú veist, setta hverfum og hins vegar sem samgönguæðar. Já. Og þú veist, framtíðin í flugi sem er núna er til að mynda að það sé að koma þessar miklu hljóðlátari, miklu sparneyttari rafmagnsflugvélar. Og þá mun flug á milli, sérstaklega því við tímum ekki að leggja lestir og eitthvað svona dæmi, að þá mun flug á milli, þú veist, Akureyrar og Reykjavíkur verða miklu ódýrara, miklu fljótara og væntanlega miklu Það er tíðara. bara ódýrara ef Íslandi er þóknast að gera það ódýrara. Ef Iceland er þóknast að gera, já, ég meina, þeir náttúrulega, þú veist, skýti ekki peningum, sko. Nei, Þeir eru að endurnýja flotann sinn hægt og rólega. Já, þú veist, endurnýja flotann sinni, ég held að það muni ekki endilega lækka verðið það því að þeir bara erum einir, það er enginn að fara í samkeppni við Íslandi er. Það fer eftir hvað geta selt margar ferðir, skilur við. Já. Þú þarf náttúrulega alltaf að reyna að selja eins margar ferðir og þú getur og þá þarf það náttúrulega að vera með verð price point sem fólk vil eyða í margar ferðir. Já. Og þú veist, og ef ég væri þeir, ég meina sérstaklega núna með heilbrigðisþjónustu á landsbyggðinni verandi stopul og eitthvað og ég væri heilbrigðisráðherra, þá myndi ég náttúrulega sem að, þú veist, einn daginn kannski. Eða langar það Alþingi senna? Málið er sko finna við þetta, ég fór í pólitík upprunalega vegna þess að ég hafði rosalega mikinn áhuga á heilbrigðismálum. Já, já. Svo bara, þú veist, datt ég einhvern veginn inn í borgarmálin og verandi, þú veist, nördið sem ég er, sökti mér í þau og það er bara mjög mikinn líka bara að nota leikskólakerfið og eitthvað, skilur. Og varð bara djúpt sokkin í það, en ég hef alltaf verið, sko, mikil heilbrigðismála pía og mín vinstrisinninnasta skoðun er alveg svo að, þú veist, að ég er alveg á þeirri línu að við, þú veist, okkur byrja skylda að gæta þess að það er engin skilin eftir, þú veist. Ok, já. Styðja við fólk. Þetta er rosalega, þetta var miklu betra segvei en ég ætla að bjóða upp á áðan þegar ég vildi bara koma með síðasta punktinn og síðan skiptum skoðun. Skiptum umræðefni. Ok, engin skilin eftir, þannig að þér finnst að ríkið eigi alltaf að bjóða upp á bara fyrsta flokksþjónustu sem gefur, er ég að skilja þeir rétt, þú veist að ríkið má ekki vera lakara heldur en einkageirinn í heilbrigðisþjónustu. Já, sko málið er að að því að, þú veist, ég held að fólk hugsa oft þetta sem ríki versus einkarekstur. Já. Og það er alltaf þessi fókus á who's the provider. Já. Minn fókus er ekki who's the provider, heldur hver er loka niðurstaðan til þjónustu þegans, skilurðu mig. Já. Og þá er mér nokkuð minn drullið saman hvort þessi ríki eða einkareksturinn, það er bara þessi loka afurð hjá þjónustu þeganum, hún þarf að vera gæðarík, skilurðu. Þú veist, þannig að það sem ég myndi þess að segja í þessu er að erum við að tala bara almennt með heilbrigðismáli hvernig við erum að gera. Ég vil í raun og veru, ég er búin að vera að veltaði fyrir undanfarna dag, undanfarn ár. Hvort að við þurfum að... Það er geðvikt að þetta var undanfarna dag og bara segja þig fyrst að skiptu opinberlega hér. Nei, ég er reyndar að senda að segja þig fyrst að skiptu opinberlega. Okay. En ég er búin að vera að velta fyrir mér hvort að þetta single payer system sem við erum með í gangi sé gáfulegt. Veistu hvernig það virkar? Við erum sérstætt með þetta núna. Ég veit það ekki. Nei, ég skal útskýra það. Ok, sem sagt, fólk er að horfa til Bandaríkjanna. Bandaríkin eru með, þú veist það sem maður ert með bara allir eru að borga. Þú veist, svo ertu með einhver tryggingafélög og þú bara kaupir trygginga þeim og eitthvað svona. Já, martröð. Já, það er bara ógeðslega margir middlemen, þú veist. Og það er og svo reyndar Bandaríkin, sko, þeirra kerfi er jafnvel sérstaklega dýrt miðað við þá sem eru með svona kerfi, eins og í Suður-Afríku, sem er líka með svona kerfi, það er samt ódýrara, þannig að það er eitthvað í gangi í Bandaríkjunum. Allavega, svo koma kerfi sem einkennast svolítið mið Evrópu og við vorum með þetta. Það er svona sjúkrasamlega kerfi. Þá ertu með mismunandi sjóði sem að, þú veist, annars vegar, þú veist, þetta líkir svolítið kannski bara lífeyrissjóðunum og, þú veist, verkalýðsfélögum, svona þannig samsteypa eitthvað minn þar sem að fólk greiðir í, þú veist, stúdendar greiði í einn, aldraðir greiði í einn, vínframleiðendur þurfa að greiða skatt í þessa sjóði, tóbaksframleiðendur þurfa að greiða skatt í þessa sjóði, ríkið dekkar eitthvað x mikið. Þannig þú ert með þessa sjóði og þeir eru að semja við heilbrigðisveitendur þjónustu. Já. Svo erum við það sem við erum með hér. Það er svona single payer system. Það er hér NHS og Danmörku og eitthvað. Þá ertu bara með ríkið, eini kaupandinn að semja. Og sjúkratryggingar áttu að virka þannig að þú væri bara að fá alls konar fólk, einkareksturinn og aðra, og sjúkratryggingar myndi þannig með einkareksturinn með einhver meginn, þú veist, semja alltaf hagstæðasta verðið.
En það sem að fór að gerast að sjúkratryggingar byrjuðu bara að segja nei, við erum bara með svona mikið pening þannig að þú mátt ekki koma og fá niðurgreiðslu. Og þá endum við í tvöföldu kerfi. Það sem við vart með bara í lækna sem eru kannski að koma heim að veita ykkur þjónustu þegar eftirspurn eftir því. Þeir komast ekki inn á sjúkratryggingar þannig þeir þurfa að rukka fullt verð. Og svo ertu með aðra sem að fá niðurgreiðsluna. Skilurðu? En í þessum Mið-Evrópu útgáfu, sjúkrasamlög, við vorum með það. Við breyttum yfir í hitt. Að þau kerfi hafa sýnt sig að það bæði lægsti, kostnaðurinn fyrir alla aðkomandi, sjúklingarnir eru ánægðastir með þjónustuna, það stysti biðtíminn eftir þjónustu og það minnsta out of pocket pay fyrir sjúklingar. Skilurðu? Þannig ég er búin að vera að velta fyrir mér, hvort að við ættum kannski að prófa það að skoða frekar að vera með svona, bara gera þetta eins og við gerum með Evrópu. Því þá getur líka bara hver sem er komið, þó bara getur hver sem vill vera með einkarekstur, hann kemur bara, hann semur við þessi samlög, skilurðu. Og og ef það er eitthvað sem vill opna, slysamóttöku, skilurðu, þá semur hann bara við þessi samlög það. Þá er þetta ekki bara, við þurfum að byggja spítala 40 árum seinna. Hann er hérna í uppbyggingu, en enginn er ánægður með staðsetninguna, skilurðu. Já, einmitt. Vá, þetta var, ef ég væri gáfaður, þá hefði ég kannski hoppað einhvers staðar inn, en þetta er rosalega sannfærandi. Aron, ert þú með einhverja nótur á þessu hugmynd? No notes. Samlag, það er mjög vinstrisinna orð, ég veit það. Já, það er bara, Mjólkur samlagið. Jú, það er ástæðan, sko. Þetta er sama pæling. Já, við vorum náttúrulega með... Það geta allir framleitt mjólk og mjólkur samlagið kaupir það. Já, mjólkur samlagið var náttúrulega þá varstu með bara eitt höfuðapparat sem að bændur þurft að versla við. Já. Aftur, leður komið með eitt höfuðapparat, þá fer ég að agnúast út í þetta. Já, þannig að einmitt. En ef þú ert með marga mismunandi kaupendur, þá er ég á hamingjusöm, skilur við. Ok, og hvenær kom þetta single payer system hingað til Íslands? 1900 og ég held að það hafi 1970. 1970? Já. Og það ekki... 1960-70. Voru þið ekki að gera það? Gæti verið. Ég meina, það var líka sameining, örugglega, nei, ég man það ekki, en jú, ég trúi því alveg. Þetta máli bara... Það eru mestar líkur á því. Já, hlutfallslega. Ég meina, þetta fór í gegnum, Bretland og allt þetta, skilju. Fólk hélt bara að þetta væri bílaslega góð hugmynd. Og ég skil alveg af hverju. Og málið svo reyndar þegar þú ert með heilbrigðismálin, sko, það er svo erfitt að keyra í gegn svona stóra breytingar að þetta er væntanlega eitthvað sem jafnlega við myndum vilja eigna okkur þá gæti maður ekki gert það alveg. Það var nokkra ríkisstjórnarskipti, skilju, ríkisstjórnarskipti. En hvað ætla ég að segja, varðandi sko heilbrigðismálin svona almennt, þegar það er alltaf gott og vel að segja við þurfum að fjölga við þurfum að fjölga heilsugæslulæknum og við þurfum að gera þetta og gera hitt. En hvernig? Bara, bara put your money where your mouth is. Eða það er bara frábært, en ekki þá vera að segja nei, en það má ekki vera í einkarekstri. Eða það má ekki vera svona, og líka þegar þú ert með svona lítið samfélag, eins og okkar, þá þurfum við bara að vera svolítið þorp, skilju, það þarf bara að vera bara all hands on deck. Og við getum ekki verið bara, nei, sko, þú mátt ekki lækna fólk, af því að þú ert með einkarekstur. Ok, af því að eins og ég fór yfir áðan, þá er ég ekkert mjög gáfaður. Getur þú komið með mótrök fyrir mig við þessari hugmynd? Einkarekstursmyndinni eða sjúkrasamlags? Getur þú fært rök fyrir því að single payer systemið er best? Já, byrja aðeins. Það er svolítið langt síðan ég var að stúsast í þessu. Sko, menn myndir náttúrulega vilja segja kannski að single payer systemið væri best en þess að þá ertu með ríki með meira vald, sko. Þannig að segja að þetta ætti að vera þannig að vegna þess að þeir eru inni kaupandinn að þá gæti þeir sko verið skilvirkari og betri eða þú ert að gera eitthvað stórar stefnumarkandi ákvarðanir. Já, þannig að hættan er kannski með sjúkrasamlagshugmyndinu að það verði eitthvað svona smákóngastemming eins og er svolítið í lífeyrissjóðunum. Þá er það svolítið þannig að fólkið sem að veitir þjónustuna ræður svolítið hvað er í gangi. Já. Ok. En já, þín vinstri sem það skoðan er svo að þá ekki var tvöfalt kerfi í... Já, allir það sé ekki svona vinstri sinni skoðun. Þú spáir í, ég er reyndar, mér finnst, núna er tvöfalt kerfi. Núna er tvöfalt kerfi? Já, af því að maður getur borgað fyrir að fara í hnéskipta... Já, mér finnst allt í lagi að þú getur borgað fyrir, mér er alveg sama
ef fólk getur, ég meina, svo er líka annað í þessu. Við erum alltaf að horfa okkur eins og við sem bara eitthvað eitt land og fólk sem bara keppast innan innanlands. Já. Við erum að keppa við útlönd. Já, við erum að keppa við Tyrkland til dæmis. Bara hárigræðslur, tennur, þú veist, það er bara þannig að það er bara barnalegt, að mér finnst, bara barnalegt að halda það að ríkt fólk geti ekki keypt sér þjónustu hvar sem er í heiminum. Og ef við ætlum að fara að stýra allri þjónustuuppbyggingu á Íslandi bara til þess að stoppa ríkt fólk frá því að kaupa sig fram fyrir línuna, þá erum við bara að setja áherslu á kolrangur stað. Og hún á alltaf að vera hvernig tryggjum við þjónustu fyrir þá sem eiga ekki pening, skilur. Svolítið góða punktur. Veistu hvað vinstrisinnaskoðunin mín er? Já, hvað með? Hárigræðsla og ylvatn fyrir kallmenn, þetta voru ólöglegt, bæði. Mér finnst asnalegt að gaurar geti ekki bara sætt sig við að vera sköllóttir. Og mér finnst pirrandi hvað er mikið lykt. Ok, ég ætla ekki að segja kallmenn. Mér finnst að rakspíri og ilmur fyrir kallmenn ættu að vera með 30 ára aldurstakmarki. Af því mér finnst óþolandi að vera í strætó eða bíó eða eitthvað að labba inn svona 47 gaurar með strípur sem eru 12 ára og ég kafna úr lyktin undan þeim. Það er hræðilegt. Og það er ábyrgð foreldra, en foreldrar eru ekki að sinna sínu starfi, þannig að ríkið þarf alveg bara að hoppa hana inn í. Nú eru mjög ánægður með mig. Já. Ætlarðu að leggja þetta til? Nei, ég á úling sem að var óflugað að fara í gegnum þetta skeið. Já. Og einhverjum ástæðum að kaupa ekki ylvötn út af ilminum, heldur út af því hvað verður að auglýsa. Þannig að þetta eru kannski óslega kallalega lyktir, skilur. Já, og þeir bara eru, þú veist, svona stórir. Já. Þannig að lyktin mig passar ekki. Já, og fer þeim ekki vel á nokkurn hátt, sko. Þannig að, ég lét bara ýmsar ylvansflöskur hverfa, sko. Já, vel gert. Fyrir samfélagið. Nú kýs ég ykkur. Og líka, ertu ekki sammála mér að gaurar þurfa bara að sætta sig við að verða sköllóttir? Sko, ég heyrði já. Já, þú veist, ég er náttúrulega verandi svona frjálshyggju pési, sko. Já. Að þá er þetta alltaf sama sagan, sko, að mér finnst hluti, en mér finnst líka að mér ekki mega finnast hluti sem annað fólk, skilur. Ok, já. Það er ekki mitt að segja hvað þið vilja gera. Já. Ég myndi bara að segja að Bruce Willis er hot, skilur. Já, þú veist, algjörlega. Og bara mjög margir sköllóttir gaurar, þú veist, þú sér það, ég er með mjög hákollvik. Já. Vá, ég trúi að þú sagt þetta. Já, eða þú veist, meina þú ert samt með hár. Það er alveg ótrúlegt, ég ætti að vera hann sköllóttur. En móður afi eins sköllóttur? Hann er dáinn. En er hann sköllóttur? Örugglega núna. Var hann sköllóttur? Nei, hann var með hár. Þá ert þú fara að vera með hár? Yes. Fara með gáumanna kollvik? Já. Hvað er hann ráðríkasta skoðun? Þú ert pólitíkus. Hvað er hann íhaldsamasta skoðunin þinn? Herri, byrju, nú er ég að hugsa. Nú fatta ég annað sem þú sagðir. Herru, ok, sko, ég held að íhaldsamasta skoðun mín er það að ég er náttúrulega rosaleg fyrir, ég elska húsvernd. Húsvernd? Mér finnst menningararfurinn mikilvægur, mér finnst mikilvægt að halda í söguna. Já, hvað þýðir húsvernd, sorry? Sem sagt, húsvernd er bara það að passa upp á þennan, þessi elstu hús eins og þetta sem við erum í hér, já. En ég er hins vegar ekki svo gróf að ætla að fara og segja mér finnst að þetta hús ég varðveita og þessna og varðveita. Ég er alveg, þú veist, treysti fólki sem er fagfólk í þessu til þess að leggja mat og hvað hefur svona mikið friðunargildi, sko, hátt varðveislugildi, og svo hlýði ég því. Og það er, þú veist, vandamálið sem hefur verið að koma upp í borgarstjórn núna er að þú ert með fagfólk sem að bara bullandi menntaði að leggja mat hvað hefur, þú veist, hátt varðveislugildi og ekki, lagt mat og sagt að eitthvað hefur hátt varðveislugildi og svo ætlaði borgarstjórn samt að ryðja þig niður. Já. Þá var ég bara, herðu, skilur, stopp, no. Tókst þér að stoppa það? Já, mér tókst að stoppa það, 2 skipti ég vel. Vel gert. Ég er bara rosalegu skæringi, sko. Vel gert. Svo fattaði ég reyndar eitt að ég náttúrulega, kannski eina af svona vinstrisinnaðri skoðunum mínum er það að ég lít á bílastæði sem eitthvað sem ætti ekki að vera sem samfélagsþjónustu. Ég er svo sammálaður. Það er eiginlega, ég fattaði bara núna að það er örugglega frekar vinstrisinnaðan. Já, það er það. Mér finnst bara að við ættum ekki að, þú veist,
af því að fólk þarf að komast leiðar sinnar og það þarf bara að komast leiðar sinnar með einhverjum hætti sem væntanlega þá bíl og þá þarf að vera hægt að leggja einhver staðar. Býtu, ég miskildi, ég ósammála. Já, ekki? Ég akkurat ósammála. Já, en ég fattaði bara allt í einu. Já, ég setta í svona búning til þess að lokka þið inn. Já. Nei, en ég fattaði bara allt í einu bara, herru, ok, þú veist, við getum, af því það eru margir sem eru, þú veist, mjög svona mikil frásýkir pésar sem að ég bara virði, sem að myndi segja bara, við ætlum að bara engavæða þetta allt, bara selja þetta allt. Já. Þá bara aðilar sem eiga öll bílastæðin og þá segi ég bara, ok, við ekki bara líka selja göturnar. Veist, hver er munurinn? Ég veit það ekki. Já, eða skilurðu, hvað er á að stoppa? Já. Allavega, ég er hins vegar á þeirri línu að mér finnst frábært sko, ef einhver vill byggja sitt bílastæðahús, þá finnst mér alltaf í lagi að viðkomandi með rukka inn á það, bara flott. En þú veist, það þarf að tryggja að það sé samt hægt að ferðast í borginni og leggja bílnum sinum og ferðast á bíl, skilur. Já. Eins og hjóluninnu, eins og hlaupahjóluninnu, þú veist. Má ég spyrja svona sirka í hvað postnúmer þú býrð? Ég er gamli Vesturbæri. Heyrðu, ég líka? Ég er 101, baby. Ok, ég er á, af því að þú er borgarfulltrúi, ég er á Seljavi, hversu, þú veist? Nei, ég er Sólvallagata, sko, beint á móti Vesturbæjars. Við erum bara greinilega mjög miklu nágrannar. Aldrei séð í hverfinu. Það er sko bara sjokkirandi. Já. Ég hef örugglega borið til þín einhverja bæklinga. Já, bóttið þetta. Það ekki? Jú. Já, ættu sjálf að bera út bæklinga? Já, það hefur ekki fyrir mig kannski persónulega, en ég hef alveg þegar hefur verið eitthvað kos, einhver íbúafundur okkar. Já. Ég hef verið að hópa mig saman með íbúanum mínum. Þetta dæmið hana núna á, hvað var það, Holtsgötunni eða þar, það er ekki gott mál. Hvað meinarðu þá? Viltu rífa húsið? Sko, ef að það á að rífa það, þá þarf alltaf að byggja það upp í mjög svipaðri mynd. Nákvæmlega. Nákvæmlega. Og líka það þarf að hætta að sprengja. Ég er þéttunarsinn, en mér finnst svolítið mikið á mig persónulega lagt. Já. Núna er verið að sprengja niður við Höfn. Já. Það var verið að sprengja þarna fyrir Vesturvin. Já. Rosalega mikið af sprengingum hjá mér. Já. Og eins og þú veist þá á ég kött. Já. En Húsavend, þetta var mjög gott segva hjá mér inn í Húsavend. Já. Og Saga og annað. Já. Ég vil halda í, sko, þú veist, ég vil halda í menningararfinn okkar. Það er mjög mikilvægt, mér finnst það skipta máli. Mér finnst mikið að vera með, já, hvað maður segja, þetta er eins og þegar þú ferð erlendis og þú ert að kaupa þér minjagripi. Já. Og þeir skipta máli fyrir þig persónulega. Já. Þetta skiptir máli fyrir okkur sem þjóð til þess að muna hvaðan við komum og muna sögun okkar. Fleiri lundabúðir, fleiri svona... Nei, ég er að tala um húsvend. Húsvend, já. Já. Ekki lundabúðir. Ekki það, ég menn einhvers staðar verður fólk að versla þetta, skilju. Já. En já. Ok, og mætirðu mikilli mótstöðu við þetta í borgarstjórn? Já. Ok. Ertu að tala með húsvendina mína? Já. Heldur betur. Já. Ertu að grínast? Ég er búin að vera í sko hörðum slag út af þessu. Já. Og Holtsgötunni þá sérstaklega? Já, bæði Holtsgatan, svo var það Kuðungurinn líka. Kuðungurinn? Já, bensinstöðarlóðin, manstu því á Ægisinni? Já, mamma og pabbi búið að rétt sjá. Já, Ég er það ekki. Ég hef enga skoðun á því. Þú skilar þessu high five til mömmuðinnar og pappa. Sko, málið er að þarna ertu aftur með dæmi, fyrir að fyrsta, það vantar leikskólaplass í Vesturbæinn. Það eru bara 2-3 working leikskóla því allir hinn eru bara undirlegaðar af miklu. Já. Svo líka erum við búin að þétta hvað mest í Vesturbænum. Skilju, þú veist, þannig að allir þessi krakkar, alltaf fólk sem að búa hana, því vantar alltaf leikskólapláss. Þannig að það þarf að fjölga leikskólum ef við ætlum að ef við ætlum að fá ungt fólk hana nema þetta eigi bara að vera fjárfestar, skilju. Já. Þannig að þá þarf að fjölga leikskólum og þarna varstu með hús sem var við hliðina á risastóri leikskólalóð sem var hliðina á öðrum leikskóla sem að þurfti að loka út af myglu og laga. Þannig ég sagði, hey, eigum við að setja leikskóla í þetta hús? Já. Og svo var það í raun og veru 2 for 1 vegna þess að Borgarsögusafn var líka búið að setja hátt varðveislugildi á hann Kuðung. Þeir eru bara að tala um bensínstöðun? Já, bensínstöðun er í laginu eins og Kuðungur. Ok. Þetta er sem sagt fyrst eina af þessum svona fyrstu módernísku þegar að arkitektarnir voru að koma hérna in the 60s eftir að vera úti og voru bara með modernisman í sér, skilju, og þeir voru bara að byggja byggingar sem þóttu hans galnar, skilju. En á þessum tíma þá voru menn ekki búin að fatta hvað bensínstöðar væru, þannig að fyrir bensínstöðar fyrir þeim voru bara eitthvað svona samfélagsstaður þar sem fórst og dældir bensinni á bílinn, en þú fékkstu líka eitthvað að borða, hittir eitthvað annað fólk.
Já. Og hérna, þetta er svona eins og með kirkjunar og olíufélögin, þau gátu byggt splæst í, þú veist, svona skemmtilegri arkitektúr, Já. tilrauna arkitektúr. Já. Þannig að einn af svona okkar fremstu arkitektum í þessum módernisma fór þarna, átt að byggja byggingu á ægisíðunni og hugsa með sér, ok, ég er við sjóinn, ég byggi kuðung. Það er enda Þannig að fucking þetta nett. er aktuált kuðungur í laginu. Fucking nett. Það er nefnilega fucking nett. Og veitu, þannig að þú vilt rífa allt innan úr kuðungnum. Ég vil setja leikskóla hana. Já. Og ég vil setja leikskóla og bara samtengja þetta við leikskólalóðinu. Svo væri gaman, mér finnst alltaf lætir að ágætlega stór lóð. Það væri kannski hægt að setja niður eitthvað lítil hús eða eitthvað svona, skilurðu? Já. Eða svo bara eitt annað. Má aldrei vera garður. Á eini garðurinn í Vesturbænum að vera kirkjugarður. Einmitt. Getum við aðeins? Já, það er enda rosalega lítið á grænum svæðum. Það er mikið gráum svæðum. En þannig að þú vilt bara rífa þú veist, innvolsið út og koma leikskóla inn í núverandi mynd inn í kuðunginn. Kuðungurinn er hlutur á olíulóðasamningunum sem var náttúrulega mjög umdeildir. Já, einmitt. Og ég var að segja, herru, við erum náttúrulega bara að kaupa, þú veist, fyrst að þið eru búin að gefa olíulóðum þetta, þá getum við ekki tekið þessar lóðu tilbaka eins og við áttum að geta, skilurðu. Og það er auðvitað bara whole another story. En hérna, þá segir bara, ok, þið eru að kaupa upp hérna lóðir, þú veist, hér og þar, fyrir borgarlínu og eitthvað, getum við ekki keypt lóð fyrir leikskóla? En nei, það er ekki hægt. Mér finnst þetta góð hugmynd. Já. Vel gert. Takk. Takk, Stefán. Ég er glöð að heyra þetta. Þetta bara var einn af þessum stærri slögum hana sem ég tók. Já, einmitt. Ég bara held að, Aron, ert þú með einhverja hugmyndir sem ég get rifist út af þessu? Þessu? Já, út af kuðungnum. Þú bara tekið afstöðuna að þú viljir rífa öll gömul hús. Já, burt með öll gömul hús. Meiri brútalisma. Meiri brútalismi, það er of þröngt, eldhúsið mitt er pínu lítið. Já. En svo er náttúrulega, sko, svo er nóg að vera í öðrum hverfum, skiljum við. Fólk er alltaf að pönkast í mig fyrir að vera úr 101. Eins og ég sjá ekki neyðina í öðrum hverfum, en ég sé hana svo sannarlega og er að ávarpa hana líka í borgarstjórn, sko. Ertu fædd og upp alin í 101? Já, málið er, og þarna kemur kannski íhaldi líka, ég er bara þriðja kynslóð í sama húsi. Er það málið? Ég er bara Vesturbæjar íhald. Við höldum í húsið, skiljum við. Einmitt. Þannig hvað ég að gera? Flytja fyrir utan byggðir út af því að, þú veist. Við getum alltaf verið sammála um að... Og skilja eitthvað annað fólk eftir með draugunum okkar. Mækandi eru bara að vera patrismi. Ok. Ég held að við séum... Ég man ekki hvað ég ætlaði að segja. En já, sammála. Að við eigum ekki að rífa hús í gamla Vesturbænum. Já, þriðja kynslóð. Vá. Nei, ég man hvað ég ætlaði að segja. Við getum alveg sammála um að það er ekkert byggilegt austar en 105. Byggilegt? Ertu að grínast? Það er martröð verða þar. Nei, það er geggjað. Ertu að grínast? Nei. Ok. Ég er ekki að grínast. Ok, sko, fyrir að fyrsta, það sem að sést eins og bara tökum gráum dæmis. Já. Þú veist, já, þú ert náttúrulega í ruglunni hérna, vinnur. Allir dópistarnir eru. Þeir eru í gamla Vesturbænum. Nei, á Vogi. Já, Vogi. Það er rosalega hátt hlutfall af dópistum í Grafarvoginum. Herru, nei, það eru menn í afeitrun, virkidópistarir í gamla Vesturbænum. Nei, ég er óvirkur alkohólisti og dópisti. Þá ætti þú heima í Grafarvoginum. Það var með rosalega Grafarvoginum. mikið magn af dópi í blóðinu mínu þegar ég var í Grafarvogi, sem ég er búin að vera í Vesturbænum, ekkert magn af dópi þar. Allavega, ég vann þessar raukaðir. Hver er frjálslyndasta skoðunin? Herru, frjálslyndasta skoðunin mín, það er sko, ætli að segja ekki bara það, ég er almennt á þeirri línu, af því að það sem að, sko, 3 hornsteinar frjálslyndi snúa annars vegar aðhald með valdi, dreifingu valds og rétt einstaklingsins, þú veist. Þannig að ég er bara almennt á því, þú veist, ég veit ekki, ef maður er að translata þetta yfir í, sko, bara borgarumhverfið, þá myndi ég alltaf segja, þú veist, að það er hlutverk borgarinnar að vera tilbaka og tryggja að það séu margir mismunandi aktorsmarkaðir. Þetta hljómar hræðilegt, þetta er náttúrulega frasalegt. Og hvernig get ég sett á mannamáli? Ok, heyrðu, ég er með eina pælingu handa þér. Ok. Ég var að hugsa þetta hef ég heldur ekki sagt. Ok, geðveikt, skúp. Ég var ógeðslega mikið að spá í, sko, munið þegar að leikskólakennarinn og kennarinn voru mikið, þú veist, það var mikið verið að rífast með launin sín og svona. Já. Öðrulega, voru sinni bara eðlileg kjarabátu. Einar Þorsteinsson var með skyrtuna hingað og fór og talaði við þau.
Ef ég væri með svona upphandlegg, ég væri alltaf með skyrtuna. Ég er komin til að vinna. Já, leysa málin. Sko, nei, ég var bara rosa mikið að velta þessu fyrir mér á þessu tíma því ég var að greina, þú veist, ég er með master í þjónustustjórnun. Já. Ég er með BS í sálfræði og svo master í þjónustustjórnun og ég hef rosa mikið áhuga á hvernig kerfi virka, ég veit að þjónustu. Þetta er rosa nördarlegt en this is who I am. Ég var að hugsa það fucking nerds. Já. Sko, pælingin, ég fór bara alltaf að hugsa þessu út í þetta, vegna þess að þegar leikskólavandinn var hann á fullu, sérstaklega í Vesturbænum, þar sem að annarkvært húsnæði liggur í Miklu og svo framvegis, að það var líka svo mikið flótti af starfsfólki og það var komin í einhvern svona vítahring. Þú veist, þú varst að vinna einhvers staðar, ógeðslega lengi í einhverju húsnæði sem var skemmt, þannig að þú bara, þú veist, fékkst skilaboðin, þú veist, sem eru bara, ok, þú skiptir ekki máli, og fólk var bara að flýja úr stéttinni. Og og það var komin einhver svona vítahringur þar sem var erfitt að ráða fólk og eitthvað svona. En málið er, ef þú spáir aðeins í því, þú veist, eins og þarna, þú ert með allt, þú veist, eitthvað með borgarkerfið svo stórt, þannig að ef það klikkar þá fer allt í fjandans. En það væri náttúrulega eðlilegra að vera með, þú veist, líka einkareiknakerfið svona nokkuð með nógu stórt, þannig að ef eitthvað klikkar í einkareiknakerfinu þá getur borgarkerfið gripið það og eitthvað klikkar í borgarreiknakerfinu þá getur einkareiknakerfið gripið það eins og það var að gera, sko. En ég fór alltaf að fatta, ef þú spáir í því að þá eru þessar stéttir sem eru fastar sko, þú veist, í annað borgarreiknu, þú veist, eins og kennarar og svona, að miða við einkamarkaðinn, á einkamarkaði, þá ef að þú ert í eftirspurn, þá fara launin líka hingað. En í opinberu kerfi, ef þú ert í eftirspurn, þá skiptir það ekki máli. Þú ert alltaf bara á föstum launum. Já, einmitt. Og þetta er svona, og ég fór að fatta bara já, þú veist, fyrir þessa stéttir verða læknar, kennarar eða aðrir sem að í stóru stíl vinna hinu opinbera, þú veist, það er eitthvað meginn þannig að, þú veist, jú, ef það er ekki eftirspurn eftir þessu, þá heldur þetta kannski laununinum á ákveðnum stað. En eins og núna, þegar það er bilarslega mikil eftirspurn eftir læknum, hjúkrunarfræðingum og kennurum, að þá eru launin samt bara hér. En ef það var einkamarkað, það væri náttúrulega miklu hærri. En fólk hefur náttúrulega áhyggjur af því, sko, að, eins og sérstaklega kannski með kennara, að ef að það yrði til eitthvað svona tvöfalt kerfi, þú veist, ef það yrði opinbert og einkaaðilar á móti, þú veist, af því að maður vill náttúrulega ekki að opinbera sé að leiða launaþróun og maður heyrir alltaf innan úr röðum fyrirtækja eiganda að það sé óheppilegt þegar að, þú veist, það eru forritarar farnar að vinna fyrir borgina, skilur, af því að það eru álíka laun og miklu betra frí og vernd og annað. Að, þú veist, að koma einkaaðilar sem að sjá, ok, það er biluð vöntun eftir leikskóla í Vesturbænum og við erum bara, þú veist, við erum bara reyr eða reytir eða whatever, við ætlum bara að nota þessu lóð, byggja leikskóla og þetta er bara loslítur í einhver, þú veist, 10 ár, 20 ár eða hvað það er, við erum bara að reka þetta og tapi og við erum að fá alla bestu leikskólakennarana inn, við bjóðum þeim hærri laun að það verði til, þú veist, einhver svona, þú veist, nema að borgin eða opinbera setja einhvern veginn, setja eitthvað þak á hversu mikið leikskólaplats sem má kosta, sem er auðvitað mjög andvígt frjálsa markaðnum, að börn efnameiri foreldrar fái þó bara óhjákvæmilega betri menntun og að, hvað segirðu við þessu? Já, ég er nefnilega Þetta er bara frábær punktur hjá mér. Sko, ég er búin að hugsa það svolítið mikið út í þetta. Fyrir að fyrsta, þá þetta er fyrsta leið að skoða aftur. Þarna erum við fókusinu rosalega mikið á the provider, en ekki endilega að loka niðurstöðuna. Og eins og stendur núna, þá erum við með aftur í leikskólakerfinu single payer system. Og þegar menn eru líka að tala um að það eigi að lögfesta leikskólastigið, þá er það ekki síst vegna þess að, þú veist, þá ertu bara með þetta single payer system. Og við getum setta upp þarna nákvæmlega eins og í einkageiranum sem þá bara þannig og við erum náttúrulega raun og veru að gera þú veist að börn sem eru í einkareknum skólum eru að fá niðurgreiðslu frá borginni eins og börn í borgarreknum skólum. Já, einmitt. Þú veist, en málið er og það kemur þetta. Það eru þegar þú ert að velja leikskólapláss. Þú velur það út frá því hvað er næst heimilinu þínu og svo þú veist öðrum hlutum eins og opnatíma og eitthvað svona dæmi, skilju. Og eins og staðan núna í Reykjavík, þá er rosalega mikill munur eftir í hvaða hverfi þú ert, hvort þú fáir leikskólapláss. Þú veist, það er bara staðreynd málsins. Hvað er verst að vera? Vesturbænum? Já. Okay. Þú getur komast inn þar, hvað var það? Það hafi verið 2,5 ára eða eitthvað, þegar þú varst að komast inn, skilur. Já. Þannig að, og það er ríkasta hverfið.
Vesturbær ríkasta hverfið? Mér meina já, en Sko. það var það. En núna held ég veit ekki hvort þessi efnafólki sem heldur bara flutt í úthverfin sko. Okay. En ég meina, þú veist, Þó það ekki er þá, dýrast að búa í Vesturbænum, þannig að maður myndi halda að þar væri efnaðasta fólkið og samkvæmt þessu ætti það, ég meina, þú veist, en allavega, málið, ég skil alveg þessa pælingu þegar þú ert að hugsa eitthvað eins og Bandaríkin, þar sem að fólk hefur val, en að því þú ert að hugsa Reykjavík, þar sem að fólk er bara þessi 200 manna bær, þá ertu raun og veru meira að skoða eitthvað eins og þú ert í einhverjum litlu smábæjum hana í Svíþjóð, skilur við. Og þá skiptir ekki máli hvort það sé Alvotech að opna leikskóla fyrir starfsmennina sína sem eru ekki bara einhverju háttlaunaðar stjórnendur, heldur líka fólki í mötuneytinu, þú veist, móttökudaman og markaðsfulltrúinn og eitthvað fólk á allt öðru launastigi. Og þá skiptir heldur ekki máli hvort að þú sett með einhverja foreldrarekna leikskóla sem er líka einkarekstur en bara foreldrar að reka leikskóla saman eins og gert erlendis. Þannig að, og svo er annað líka, þessi pæling það að gæði, þú veist, að þá taka þeir alla góðu kennarana og lélegu kennararnir verða eftir í borgarkerfinu. Það sem að, sko, kennarar eru hvart yfir núna, er það að annars vegar, þeir eru að vinna við að þjálfa upp helling af óþjálfuðu fólki sem er ekki kennaramenntað og það er bara stór hlutur að fara í það. Þjálfa börnum. Já, börnin, já. Þau eru alveg... Nei, bara þú veist, það er bara svo mikil eftirspurn og það er svo mikil flótti úr kennarastéttinni við önnur, þú veist, aðra vinnur. Að það er bara verið að taka inn eitthvað með hvert sem er og þau bara, þú eini menntaði kennarinn, ert á full alltaf að kenna hinu starfsfólkinu, skilju, hvað, hérna, og svo eru þeir sem að, þú veist, eru nokkri vinnustaðar þar sem er hærra stig fagmenntaðar og þá vilja fleiri koma því þeir hafa metna. Þú veist, þannig að málið er líka bara þetta, ef ég er að fara að detta inn í einhverja fagstétt og það er engin leið fyrir mig til þess að færast áfram. Þú veist, ég bara vinn hér og það skiptir ekki máli hversu vel ég eitthvað með stend mig. Þú veist, ég get ekki fengið nema x mikla launaþróun, ekki, þú veist, fengið nema, þú veist, ég get aldrei, það er engin einn vinnustæði fyrir mig til þess að fara á. Hvað er til þess að hvetja fólk áfram eitthvað minn í starfi? Svo líka þetta. Eru við á þeirri línu að, sko, gæðaríki kennarar séu bara x margir? Ég held að flesti kennarar séu ómögulegir. Já, en þú veist, af því að þetta er svona svo góð punktur þér, veist, að koma hann inn á, ég meina, þá er bara að fara allir góðu kennararnir hinga og lélugu kennararnir verða hinga. Þá er eitthvað að kennaramenntuninni. Já, sko, ok, ég ætla kannski aðeins að draga í land með góðu kennararnir, en svo sérstaklega á leikskólastiginu að þú veist, leta vatnið með hennu. Já, hérna, já, hvað sér þið, já? Sérstaklega á leikskólastiginu að fagmenntuðu kennararnir, þú veist, að það aukist sá vandi að fagmenntaðir kennarar leiti á tiltekinn vinnustað og að það verði þá ennþá herra hlutfall ófaglærðra og ennþá lægra hlutfall þeirra sem ekki tala eina íslensku og þú veist, að vandamálið muni leysast kannski einmitt í Vesturbænum og kannski í Grafarvoginum og einhvers staðar þar sem að, þú veist, tekinar eru hærri og hærra hlutfall innfæddra en það muni versna kannski í efra Breiðholti þar sem að hærra hlutfall aðfluttra býr. Sko, þú ert raun og veru að lýsa stöðunni eins og hún er núna. Þú veist, núna er staðan svo að þú ert með ákveðna leikskóla þar sem fagþekking er að þjappast saman og aðra þar sem að hún er ekki. Og það er bara status quo. Þannig að við getum sagt, ok, getum haldið áfram. Og við erum búin að vera nákvæmlega sömu leið og við erum búin að gera síðan 30 ár og haldið að koma eitthvað nýtt út af því sem ég held að sé mjög óraunhæft. Ef við getum sagt, heyrðu, hvað með að hleypa bara fleirum að árum og þú veist, opna bara fleiri valmöguleika og þá kannski fá ykkur breytingu. Að því sögðu, hérna, sko þeir eru að spá aftur í því, ég meina hvað verður bara eftir hérna eitthvað megin, þú veist, bara útlendingarnir hérna í Breiðholti og bara fína fólki í Vesturbænum og eitthvað svona. Foreldrækni leikskólar, hjallastefnan, whatever, þeim vantar bara pláss, skilju. Þeir fara bara það sem er eftirspurn og ef hún er í Breiðholti, ef það er mörg börn þar, þá vilja þau vera þar. Þú veist, bara það þýðir ekkert að opna einhvern leikskóla í Vesturbænum ef að það er ekki börn til þess að koma í leikskólaðinn. Já. Skilju, þú veist, þannig að það er alveg hægt að búa til, ég skil alveg, þú veist, þetta sem þú nefnir, það er að búa til alls konar svona scenariós, en ef þú ert að spá í, þú veist, bara hvernig raunveruleikinn er og hvað við erum að raunverulega tala um að bæta við, ég held að það sé ekki annarkvort fyrirtæki í Reykjavík að fara að opna leikskóla, en ég held hins vegar við getum kannski kreist út 3 og mögulega kannski 1 foreldrarekin og mögulega gætum við reynt að kreista út það að því FS er náttúrulega með sin leikskóla, þú veist, ég er alveg væri til í að hérna
fá kannski leikskóla fyrir heilbrigðisstarfsmenn sko. Þeir voru náttúrulega með leikskóla og svo hættu þeir að gera það vegna þess að ríkið má ekki reka þetta. Já. En en ég meina það hægt að gera ýmislegt. Þú veist, þannig að þetta ekki að fara að stefna í einhverja svona hræðilega þróun. Það bara, þetta ákveðin markaður, leið og hann mettast, þá hann bara mettaður. Já, já. Síðan gætu líka hvatt fólk til þess að hætta að eignast börn. Nei, ég held að þetta sé að hvetja fólk til þess að hætta að eignast börn. Ég meina, þegar ég þurfti að hugsa með mér á ég að fara að eignast barn og ég kem því ekki inn á leikskóla fyrir hann 2,5 árs. Þú veist, það ekki, á hvað ég að gera með hann? Vera heima? Nei. Ég ekki leikskólakennari, sko. Einmitt. Ég alveg sæmilega upp að 1 árs aldri. En eftir það, þú veist, þá bara á barni, þú veist, þá get ég kann ekki þessa hluti sem leikskólakennari kunna að gera, skilur við. Já. Og svo það líka annað. Það oft af því að ég tala um marga kennara og mér finnst alveg koma góð punktur í það sem þau tala að börnin þurfa líka að fá styttri vinnutíma og svona. Já. Og ég endalega, þú veist, ég sé alveg það point of it, sko. En hins vegar þarf að muna að meirihluti foreldra bara að reyna að lifa lífinu sínu og þau eru ekki leikskólamenntuð, þau eru kannski með marga krakka og hund og heimili sitt, þannig að þú veist, krakkarnir koma heim til þess að vera í styttri vinnutíma og meiri hvíld og það bara inn í kaosið sem fjölskyldan og svo bara kveikt á sjónvarpinu, sko. Já, einmitt. Það eiginlega oft þetta líka, við höldum að við höfum meira áhrif á líf fólks sem við raunverulega gerum. Þannig að við eigum að hætta að reyna að hafa áhrif á líf fólks, bara að veita þjónustuna sem það þarf. Frábært. Þetta mjög gott. Einhver sem þú vilt hallmæla áður en við hættum? Einhver manneskja sem þú vilt segja eitthvað ljótt um? Það svo margar, sko. Ok, hvað finnst þér Pétur Marteinsson? Oh my god, ég verð að koma inn á þetta. Hafið þið tekið eftir því að Samfylkingin með rosalega sterka erkitýpu? Hafið þið spáð í þessu? Ok, sko, því ég náttúrulega sálfræði, tók ég svona félagssálfræði og það var verið að tala svona, þú veist, oft hvernig fólk velur sér leiðtoga og eitthvað svona dót, skilur. Og ég veit ekki neinn stjórnmálaflokk sem með jafn sterka svona erkitýpu útlitslega séð og Samfylkinguna. Líttu bara fráfarandi hóp borgarstjórnar hjá þeim, borgarstjórnarhópin þeirra. Það eru svona 3 menn sem eru allir með eitthvað með svona veiði, salt og pipar hár. Hafið þið tekið eftir þessu? Og svo fóru nokkrir ungliðanir að keppast ungliðasveitin. Ekki það að Sveinn frábær, sko. En ég horfði víst að það var einn annar sem var frábær líka skrifstofan sem heitir Eiki og fleiri. En gæinn sem með salt og pipar hár, hann vinnur. Og þeir eru nákvæmlega eins með konuna. Þú þarft að vera með ljóst stutthár. Og ég hugsa vandamáli við, þú veist, Heiðu hafi ekki síst verið og hún var bara með ofsítt hár. Ég að segja ykkur það. Þeir eru bara, þú veist, þannig að það var alveg, og ég sagði þetta, sko, af því að maður var ekki alveg viss þegar Pétur var að fara á stað. Ég meina, hann byrjaði hana með, ég byrði fram fyrir Samfylkinguna, alls konar svona hluti og maður var alveg bara, þetta svona, kannski svolítið rough start, sko. En aftur skiptir ekki máli hvernig hún byrja, bara hvernig hún endar. En Jóhann Páll fann að líkjast þessu meira og meira. Þú veist, hann líka að byrja með salt og pipar og þú veist, þetta erkitýpa hjá þeim. Og hún rosa sterk. Þannig að, ég veit það ekki. Takk hérlega fyrir komin á. Gaman að spjalla þig. Sömuleiðis.